Guðmundur Haukur Þórðarsson var vel þekktur sendibílstjóri hér í marga áratugi en hann synti líka sönggyðjunni mjög vel. Hann er 85 ára þessar mundir og var að gefa út sinn fyrsta geisladisk. Við fórum á létta tónleika með kappanum. Ég lít í andalina tíð, leynt í hjarta geymi. Minning létt og hljó, hún læðist til mín dag og nótt. Hvað kemur til að maður á úrlingsaldri eða þannig fyrir að gefa út geisladisk? Já, mann langaði alltaf í meiri upptökur, en það var nú ekki mikið að ræða, svona hérna áður fyrr. En svona þetta safnað saman svona bara. Sonur minn Þórður, hann gerði nú aðalega í þessu og Steinar náttúrulega líka, þeir eru nú líka á diskinum með að heyrast raddirnar hjá þeim. Hvaða lög þetta sem þú ert með á diskinum? Það er mörg svona gegnum tíðina svona, eins og La Dansa og hitt og þetta. Þetta er nú bara 50 ár með Kallakórnum, Keflavík og öðrum kórum, Hafnarfirði og þetta er á diskinum. Hvernig var að finna lögin? Það var í útvarpinu dálítið. Það var töluvert í útvarpinu og svona hist og her, má segja. Þú ert 85 ára, manstu hvernig þú söngst fyrst? Já, fyrst held ég að ég hafi sungið í barnaskólanum 12 ára. Einsöng hjá Valtýr Guðjónsssyni. Það held ég að hafi verið fyrsta. Svo söng ég dálítið í Reykholti þegar ég var þar. Og það byrjaði maður á dægurlögunum, Sí Baba og því dóti, sko. Og svo byrjaði maður aðeins svona í ungó með hljómsveitum og það var ekkert úr því sem betur fyrr. Og svo náttúrulega fór maður að kennarana, Maríu Markan, Stefán Íslandi og mest hjá Demens. Hann var alveg frábær söngkennari, sko. Þú lærið svolítið hjá þessum aðalum? Ég var aðalega hjá þeim, sko, öllum. Og sérstaklega Demens, segi ég. Allt fram á 70 aldurinn, þá var hann með mig í tímum. Og ég þakka það voða mikið núna, sko. En það var nú svona, maður stundaði nú erfiða vinnu. Að fylla bílinn á morgni og inn í Reykjavík og fylla hann þar og allt svona. Og stundum þegar maður var að syngja við jarðarfari, sko, þá var maður að hringja og biðja frúna að láta renna í baðið, svo maður geti sungið þar. Og maður söng mikið í kirkjónu líka, sko. Já, þannig að þú varst að syngja mikið með þínu aðalstarfi sem sendibílstjóri. Það var aldrei komið til greina að þetta yrði aðalstarfi? Nei, ekki á þessum tíma, sko. Maður tók lítið fyrir þetta og sá ekkert, sko. Þetta var ekkert tísku þá að taka mikið fyrir. En nú er þetta rándýrt að fá þetta fólk. Hvað liggur þitt áhugasvið í söngnum? Það er nú sérstaklega svona, ég myndi segja svona léttar og arjur, óperettur, mjög góð og skemmtilegar og við alltaf, og þegar ég var í Kallakórnum, sko, þá tókum við dálítið óperettulög, sko, og við kvartettinu líka, sko, svo er hann líka þarna á diskinum, sko, Keflavík kvartettinn, aftast og það var mjög gaman þann tíma, það var ekki því miður, ekki lengur en 10 ár, sko. En það var farið víða. Og þú hefur sungið bæði svona einsöng og svo náttúrulega mjög mikið, eða hvað, mest kannski með Kallakórnum, núna í seinni tíð? Já, ekki núna seinni tíð má segja, en það á tímabili, sko. Ég var nú formaður í 19 ár og þetta var manns heimili, sko. Og þetta var dásamlegur félagsskapur. Ég þekki það ekki í dag. Þannig að ertu hættur að syngja með Kallakórnum eða? Ég er hættur, já, það er aldrei síðan. Já. Það tekur allt enda. Og hvað, ætlar að koma fram eitthvað sérstaklega út af diskinum? Ætlar að tróða upp eitthvað með þessu? Það stendur nú ekki til. Er heilsan góð til að syngja? Já, ég ágætt að sjálf, sko. Já, maður þakkar fyrir það. Og þú varst hérna innan
úlingana eða þannig, hérna eldri borgarana á Nesvöllum, það er gaman að syngja fyrir þá. Þetta svona, getur við sagt, þitt fólk? Það var mjög gaman að því, sko. Þetta var alveg meiriháttar, sko. Hengja og skjóta alla helvítis þrjóta, hrækin og skýn á sökkvandi jörð. Farði heitasta her, skaki hörmunga ég.